Herðu, vá, þá erum við bara byrjuð. Já. Við fengum gestinn. Það er risastórt. Og við búum að vera á forsíðublöðunum bara síðan ég var 5 ára. Já, bara frá því maður mann eftir sér. Já, það er Ásdís Rán. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Velkomin í Götustráka. Gaman að koma í heimsókn. Já, það ekki? Ég vildi bara byrja þetta á að, Jói Waterclouds, við tókum þetta saman fyrir því í morgun og ég vildi bara gefa þér þessa gjafösku. Já, við sjáum alltaf vel gestin okkar, sko. Sérstaklega að koma alvöru drottningar í settið, þá reynum við að vera ekstra góði, sko. Ég ætlaði að segja, þið kunnið að trýta drottning. Já, það er nefnilega málið, sko. Það var stútfullu kassi, sko. Það er geggjað. Já. Þetta er bara akkurat það sem ég þarf. Það ekki? Violet silver shampoo og nöðing og allan pakkin. Þetta er Violet, það er alltaf inni, sko. Það er alltaf fyrir blond. Það sem við gerum alltaf, við förum til Jóa, sýnum honum hárið og þá bara pakkar hann saman bara öllu sem, hann veit hvað hann er að gera. Já, hann veit hvað fólk þarf og ég myndi segja að hann sé að bjarga mannslífum. Algjörlega. Það er þetta heimili mitt, það er ilmandi af Waterclouds. Já. Það eru bara þannig vörur. Ég sá þú nældir í ykkur 4 dunga. Ég tók lítir fyrir mig og konuna, þannig að það er nóg til núna. Þessin eru þið svona vel hærðir. Já. Eina sem Jói þarf að fara að gera, hann þarf að fara fram með þetta í tunnum. Já. Ég vil fá bara 500 lítra tunnu inn í stunduna, sko. Algjörlega. Herru, hvað styrir gott? Ásdís Rán? Ég er bara mjög hress, sko. Það ekki? Já, svona fyrir utan svona ótrúlega mikið vesinn í snjókomu síðustu daga og kuldan sem að... Ef við förum að sé við það, hvernig finnst þér að vera í slappinu á Íslandi? Þetta er svolítið erfitt. Þetta er ekki orðið þreytt bara. Sérstaklega þegar maður er ein kona þarf að skafa sjálfur. Já, það er ekki gott. Og ég eyddi klukkutími í gær í að moka bílastæðið mitt. Það er svoleiðis. Já. Það er hæðilegt, sko. Þú átt ekki að vera með skóflu, sko. Nei, ég á ekki að vera með skóflu. Nei. Definitely ekki. Það er skóflukallar, svona verkamannamenn, sko. Það er svoleiðis. Hvað er það að brasa þessa dagana? Herði, ég er búin að vera að leika svona on-off í kvikmynd síðasta árið bara og nokkrum erlendum þáttum sem að vera til dæmis OneCoin-málið og eitthvað svoleið, sko. Herðu, er það rafmyndaða dótið? Já. Já, er að koma þættir það? Það er komið út, það komnar út bæði bíómynd, þáttaserja og svo önnur amerísk þáttaserja. Heitir þetta OneCoin? Já. Og hvað snýst þetta þá aðalega? Það snýst bara svona sögu fyrirtækisins og hvað gerðist basically og það er svona speculation hvað gerðist, sko. Þannig að þeir eru bara að grafa málu upp og ég er svona... Er þetta, þú átti vinkonu sem var í, átti Bitcoin helling eða ekki? Hún átti þetta OneCoin. Hún átti þetta OneCoin, já. Og hvernig kynnist þið? Herðu, við kynntumst bara því ég kem til Búlgaríu 2008 eða 2009 og við stofnum saman fyrirtæki þá sem var ef þið muni eftir öllum Ice Queen vörunum, þú veist, nærföt og sundföt og vörur. Átti nokkur nærföt sjálfur. Þannig að við áttum það saman, og hún var bara svona besta vinkonum mín og líka viðskiptafélagi. Og svo eftir 2013-14 þá byrjaði hún að vinna í þessi rafmyndadæmi og stofnar þetta fyrirtæki sem var svona brjálæðislega successful. Já. Og svo hvarf hún 2017 og Hversu óhugnarlegt er það samt? Það hefur ekki spurt frá henni síðan þá, sko. Já, það er rosalega. Áttu hún eitthvað brjálað mikið það af, þú veist, rafmyndum? Já, alveg bara eina ríkustu konum í heimi. Ef ekki ríkustu. Manstu okkur hún ákveður að stofna OneCoin? Það var basically út að það var svolítið down period á þessum tíma, þú veist, skulle segja kannski að kreppan stóð náttúrulega svolítið lengi hérna í Evrópu, og var svolítið lengur að fara yfir í Austur-Evrópu. Þannig að þessum tíma var svona svolítið lélegt efnahagslíf og hennar fyrirtæki gengu illa, þú veist, Molly til dæmis sem ég var með búðunum minni í fór á hausinn, og veist, það voru svona alls konar viðskipta vandræði sem voru í gangi hérna. Hún átti stálverksmiðju líka sem að þú veist, fór á hausinn. Og hún var bara svolítið desperate að stofna nýja hugmynd. Hún er náttúrulega algjör svona entrepreneur og rosalega klár, og var að vinna í fullta hugmyndum með, þú veist, alla klær úti og það endaði þannig að henni tókst að skapa þetta. Hún sem sagt var með hugmynd sem hún hélt að vera betri heldur en Bitcoin og stofnaði þetta fyrirtæki. Og það bara sprakk, þú veist, á einu ári við erum að tala bara, þú veist, gigantískar fjárhæðir, þetta bara gekk svakalega vel, Þannig að hún bara byrjar að fá bara
100 milljónar mánuði, meira og meira inn á reikningin hjá sér, þetta stakkaði það fljótt sko. Shit, það er rosalegt. Þegar þú ert orðin svona ríkur og kannski mikið af svörtum peningum, mikið af valdamiklu fólki sem voru að díla við, mikið af hættulegu fólki sem voru að díla við og þú voru að díla við þannig fólk sem svona svolítið áhættu sinna er að gera svona viðskipti, rafmyndir og eitthvað annað svona, þú komið bara 100 að einhverju svolítið hættulegu fólki, skilurðu, sem er komið í business við, þá geta hættulegi hluti gerst. Já. Nákvæmlega. Svo það kannski að tapa peninga á einhverjum öðrum stöðum út af þessu eða eitthvað svoleiðis eða voru allir að græða þarna bara? Fólk, margir sem græddu og margir sem töpuðu að leigunni, þannig að þetta skiptir svolítið svoleiðis. Það er ekkert alveg hægt að segja það að hún hafi rústað heiminum og verið að féflett alla út eða voru fullt af fólki sem urðu milljónamargar líka. Sko. Varst þú mikið með henni á þessum tíma og upplifið þú þetta hættulega fólk sem var í kringum hana? Já, ég er náttúrulega búin að eiga heima í Búlgaríu í ansi mörg ár, þannig að ég er búin að kynnast mafíunni alveg. Já, hún er alveg legit þarna mafían. Já, í öllum þessu löndum. Þetta er alveg fólk, sko. Það er ekkert að grínast. Það er ekki að grínast. Hvernig, eru þeir með bara byssur og allt sem þið fylgir? Það eru bara, það eru mjög margir sem ganga með byssur, sko. Já. Og þú getur svona bara farið á. Hefur verið viðstödd einhverjum svona aðstæðum það sem, það voru einhverju mafíósar eða einhverju teiti eða eitthvað svoleiðis, ríkt fólk, mafíósar, eitthvað svona glamúrdæmi? Já. Það er magna. Systir mín á gaman að segja það frá því, hún við vorum í svona fancy partíi og hún það móðgar hvort að það móðgar einhver mig, svona eldri maður, var eitthvað að skjóta á mig eða eitthvað og systir mín bara svona, kom klædnar upp og hún fyrir eitthvað að rífa kjaft við hann, skilur og hann tekur svona, ég sagði við hennar Hrefna, haltu kjafti, bara slaka á, ekki gera neitt, þú veist ekki hver þetta er, þú veist ég vissi alveg hver þetta var, skilur þannig að og hún fyrir eitthvað að byrja að rífa kjaft og hann bara tekur svona og með byssur báð megin, skilur og hún heldur áfram og sagði bara, herði, þú veist hvað heldur ég sé, ég er frá Íslandi þú veist, við erum ekki aldnari, þú veist, bara tekur víkingil á þetta og fer bara heldur áfram og gerir bara ennþá maður í vesinn og gaurarnir bara svona, þú veist, það er ekki vanur að það sé einhver lítil títla einhver skvísar rífa kjaft við þá, skilur, það bara, þú veist, þeir sátu með svona 10 Playboy módlunum sem voru bara svona, þú veist, og þarf ekki að hreyfa sig, skilur, á borðinu hjá þeim. Já, ok. Og Hrefna systir, hún byrjar að rífa kjaft eitthvað meira og það enda með því að þeir voru svo hrifnir af henni, sko, þeir voru bara komnir allir yfir, bara út af þeim var svo spennandi að var einhver kona að rífa kjaft við það og hún bara, hún bara út úr þeim og hún var bara þú veist, ég var bara svona, þú veist, ég var bara svitnandi, ég bara, ok, við erum að fara að deyja núna, en svo bara Þeir respektuðu þetta bara? Þeir respektuðu þetta, þeir bara vildi helst ekki fara heim, sko. En ef við klárum bara svona þetta dæmi með vinkunan, hvernig leiði til þeim eftir þetta? Það er bara, veist, ef hún var bara horfin allt í Þetta er náttúrulega búið að vera núna, þú veist, margra ára, þú veist, rugl fyrir mig að díla við, skilur. Þetta er náttúrulega, hún var með mér alla daga, alltaf og okkar líf alveg tengt á allir hliðum. Þannig að, það var bara besta vinkuna. Þetta var, vinkuna og viðskiptafélagi, sko. Þannig að við gerum bara allt saman. Þetta er alveg, þú veist, þetta er bara ræðilegt, sko. Já, þetta er skellulegt. Nú eru komin, sko, þetta var 2017, þannig að, þú veist, ég er svona síðustu 2 ár svona aðeins farin að ná sönsum. Já, ég skil við. Já, maður getur alltaf ekki sett sig í þessu spór. Grunar eitthvað hvað kom fyrir hann, eða bara, veist í raun og veru ekkert bara? Sko, síðasta sem ég veit, sem ég er mjög erfitt með að segja, sko. Skil það? Það er að hún hafi verið skorin í bita og hent í sjóin á snekkju á Greiklandi. Það er hræðilegt. Og þeir segjast verið búin að finna sannanir fyrir því. Ok. Þú veist, ég vil ekki ímynda mér að þetta sé satt, sko. Nei, ég vil frekar ímynda mér að hún liggi einhvers stað með kokteil, þú veist, á einhverju afskiptri og sangríu í sólunni. Sjö að flei upp penningum. Já. Það væri betra. Það væri betra, sko. En eins og hérna, við förum að sé bara í mótelbransan.
Þú veist, hvernig ákveður ykkur bara ég ætla að vera módel eða gerist það bara? Þú þarft náttúrulega definitely að vera með metna fyrir því og þú þarft að sækja í þessa athygli, þú veist, sumum stelpum bara líður illa að koma fram og reyna að vera sætar og þú veist, vil ekki sýna sig eitthvað, þú veist, ég var bara einhvern veginn fædd þannig að mér fannst bara rosalega gaman að vera eins og stjarna og láta taka myndir af mér og vera sæt, þú veist. Nákvæmlega. Og það var bara það sem ég, þú veist, sumir finnst gaman að syngja eða mála eða spila fótbolta og fyrir mig þetta var bara svona my thing og ég var mjög góð í þessu þannig að þetta var náttúrulega erfið byrjun, þú veist, mér finnst alltaf ég fyndi þegar stelpur segja, þú veist, er alltaf bara að bíða eftir einhver koma bara banki hurðina hjá mér bara, þú ert næsta módel Íslands eða heimsins, þú veist, þetta er ekki svoleiðis, þú þarft að gangi gegnum fullt af einhverjum kreppi í verkefnum skilur sem við langar ekki til þess að gera. Þú veist, þú ert að vaða eld og brennistein, þú veist, þú ert að leggja það fram og þú ert að gera þetta alltaf aftur og aftur þó þetta sé hundleðilegt og því langi ekki að gera akkurat þetta. Þangað til þú ert komin á þann stað og þú getur bara sagt, þú veist, tegið þú, ég stjórna þessu skilur. Já. Og þú veist, það kom eftir 10 ár hjá mér skilur, þegar ég var bara orðin það vinsæla að ég réð, þú veist, allt krúi fyrir alla fossjör, þú veist, það bara ljósmyndari, stílisti, make-up, þú veist, ef ég fekk ekki að vinna með þessu fólki, þá sleppti ég fossjörinu, skilur. Þannig að ég var bara búið til list, skilur, þannig að ég vissi bara... Varst bara með þitt lið, nánast? Bara, þú veist, eftir hvað stílinn var sem vildi fá út úr, þá valdi ég bara réttu fólki, vann með þeim, passaði allt, skilur, og... Hvenær byrjaru eins og að módelast? Ég hef örgulega byrjað, þú veist, 14, þú veist, í einhverju svona smá bara Hagkaup eða eitthvað? Já, pet project sko. Já, og svo stigmagnast það bara Já, svona meira og ég var svolítið umdeild á Íslandi og þetta var svona þannig tími að konur voru kannski ekki alveg svona frakkar eins og ég var, þú veist, ég fór í bleikt og blátt og þú veist og augraði fólki skilur með svona alls konar hlutum þannig að fólk byrja að tala um þig og þú veist, það er náttúrulega það sem skiptir máli þegar þú ert frægur að fólk tala um þig, alveg saman hvort það sé slæmt tal, gott tal þú vilt bara hafa fólk tala um þig og annars kemst ekki ofar skilur. Bara hafa miklu umfjöldun í gangi alltaf en er þetta þá Nei Er þetta meira grænt en að stelpur gerir sér grein fyrir? Þegar þú ert að fara út í svona fyrirsætustörf, þarftu þá að vera að harka miklu meira en fólk kannski heldur eða gerir sér grein fyrir? Ef þú ætlar að skara fram úr og vera á toppnum, þá þarftu definitely alveg sama á hvað sviðið er, þá þarftu að leggja það fram. Vantar ekki svona bleikt og blátt blað í dag, eða? Það vantar náttúrulega öll blöð í dag. Já. Það er bara... Ég er það bara út núna. Það er bara, þú veist, svona síðustu blöðin, náttúrulega, þú veist, þegar COVID kom, þú veist, þá var bara 50% datt út, fyrir það var búið að vera minnka og núna er þetta svona síðustu blöðin eru, þú veist, að hanga uppi, sko. Já. Og þá er þetta búið að færast yfir á hérna svona stafrænblöð sem er ekkert neitt rosalega vinsæl og svo OnlyFans og eitthvað svoleiðis. OnlyFans, ert þú á OnlyFans? Já. Hvernig byrjar það þar? Ég hugsa svona fyrir svona ári síðan kannski. Nei, einhverjum mánu, ég veit það ekki alveg. Ok, hvernig myndir setur þú þar inn? Ég er bara svona að taka svolítið mitt konsept, þetta sexy konsept sem ég er búin að vera að representa í Playboy, þú veist, Maxim og allt þetta og ég bara færa það inn á annan grundvöll, skiluru. Það er ekkert bara klám sem er þarna, fattarðu. Þetta er líka stökkpalli fyrir, þú veist, fyrirsætur, kokka, engaþjálfur, whatever, skiluru, og svo náttúrulega fullt af einhverjum klámdrottningu líka. Já, en við veitum til þess að það er bardagamenn að nynna boksarar og alls endalaust af þessu, sko. Það er líka svo áhugavert að til þess að sjá kannski inn í bara eitthvað svona annar mingir að þú getur bara að fengið allt klám bara á Pornhub, sko. Já, nákvæmlega. Það er þú komið kannski aðeins dýpra í. Þetta er svona meira kannski fyrir bara mína svona hardcore Ice Queen fans, þú veist, þeir fara þarna og þeir, þú veist, ef ég fyrir myndatöku þá fara þér þarna inn og ég ætla að sjá hvað hún er að gera, skilur. Já. Bara sjá prosessið og allt svoleiðis, sko. Og hérna kaupa þá myndina mínas. Já. Ertu með marga, þú veist, loyal fans? Já, ég með mikið. Er mikið af þessum Íslendingar eða þetta flest allt svona? Já, þarlega mikið Íslendingar, sko. Svona... En samt líka rosa mikið á útlendingum, þú veist, eins og, þú veist, á Facebookinu mínu er ég með bara
örugglega 70.000 manns Já, ok. sem að, þú veist, er bara út allan heim. Já, ok. En eins og Playboy, þú varst eitthvað hikandi við að gera það, að það ekki? Það tók eitthvað tíma að segja Jú, já við það var alveg nefnilega, þú veist, þetta var eiginlega svona 2 ára á borðinu hjá mér og ég var svona eitthvað, en þá var ég ekki orðin svona alveg eins svona ákveðin og ég varð eftir það út af að, þú veist, þá var maður alltaf að hugsa, ok, hvað gera Íslendingar út af þetta er ekki til á Íslandi, þú veist, þetta verður massa skandall, þetta er bara að vera massa skandall, hvað segir mamma og pappi og þú veist, fjölskylda mín og svo fór ég bara að hugsa, vá, hvað er ég að pæla í þessu, þú veist, það eru 300.000 manns á einhverju eyju, þú veist, Heimur stærri en það, on the North Pole, skilur Já. nei, þá, er ég að segja, þú veist Já. og ég er að vinna í útlöndum og þetta var bara rosa svona high level, þú veist, að vera fossiðin á Playboy allstar annars staðar var bara mjög high level, sko. Líka, af hverju átti maður ekki að gera eitthvað svona fyrir ferilin sinn í staðin fyrir að hugsa þú veist, hvað öllum öðrum finnst eða eitthvað svolítið, sko. Já, en ég ákvað, þú veist, ég ákvað að gera þetta og ég var líka að hugsa börnin mín og svona. Já, skilum það. En svo bara skellti ég í þetta og það bara basically gerði mig, þú veist, 200 svona frægari og það kom ekkert slæmt í kjölfari. Nei. Hefurðu farið í þetta Playboy Mansions? Já, ég hef farið þar. Hvernig er stemningin þar eiginlega? Herðu, það er svolítið svona crazy stemming, það er mikið að sætustelpum og Gamall kall? Gamall kall, já, fyllt á Hollywood-leikurum, alveg tráðfullt, sko. Já, það er alveg svoleiðis, leikarar og er þetta bara rísa, hvað sé ég, celebrity party bara þá? Já. Einhverju rísahúsi? Já, Voru í Höllinans Hefnes. Voru mörg tækifæri sem komu í kjölfarið eftir að fóst í þessa myndatöku? Nei, það var eiginlega bara svona í gegnum út að ég átti Hawaiian Tropic í Skandinavíu, þannig að ég var mikið á svona bikinimódelum í Bandaríkjunum og kynntist þá fólki sem er að stjórna, sko, og var þá bara boðið svona í svona partí yfir höfuð, það var ekki út að ég var í Playboy módel. Nei. Ég var ekki eins og búin að gera. Hawaiian Tropics, er það? Já, hvað er það? Þetta var svona stærsta bikini-keppni í heiminum. Já, og ég stjórnaði henni í Skandinavíu, sko. Þú varst þá bara með keppnina bara Íslandi, Svíþjóð, Finnlandi. Já, ok. Þú kepptir neitt með ungur í Íslandi, ekki? Nei, þú kepptir ekki. Ég hef aldrei keppt í neinu, sko. Nei, þú ekki Jú, ég hef keppt í einnig svona bikini-keppni sem er basically eins og þetta Miss Bikini Iceland. Sem að Hausverkum Helgar var með í gamla daga. Ég man hún hét eitthvað bikini eitthvað, ég man ekki alveg hvað hann hét. Nei. Það var ógeðslega skemmtilega stemming, sko, svona stuð og ég vann hana, sko. Já, ok. Það er svona eina keppnin sem að ég hef Þannig vannst einu keppnina sem þú hefur farið í. Fólk má segja bara þú hættir á tofnum. Nei, svo var ég beðin að keppa í Ungfrú Ísland og þá komst ég að ég vera ólétt, þá var 17. Þannig að ég mátti ekki gera neitt eftir það, sko. Nei. Það gengur ekki alveg upp, kannski. Ég man alltaf, sko, stemningin að því, þetta er orðið allt öðruvísi dæmi í dag, þú veist, svona fegurðarsamkeppnir og eitthvað svona. Ég man þegar ég var held í hvað ég að segja 10 ára eða 12 ára eitthvað, þá var kærasta bróður míns að keppa í Ungfrú Vesturlandi eða eitthvað. Það var bara rísa, sko, bara Broadway stemninga á Breiðinni á Akranesi og allir stærsta ívent ársins. Allir í jakkafötum og svo komu þau fram og bara hátíðar, bara klappandi og... Þetta er svo gaman. Akkur ekki að leyfa þessu stelpum að það vilja vera fegurðardrottningar. Þá má ég vera fegurðardrottningar. Hinnar sem vilja bara sitja heima getur bara verið heima. Þú veist, það er bara frjálsræði. 100%. En þetta, á hverju stemningin búin að breyta svona gangvart þessu? Það þróaðist eitthvað í svona framhaldi af feminista baráttunni að þá var þetta titla sem lítilækkun á konum að keppa í fegurð út af þú átt að geta verið alls konar og þú átt ekki verið eitthvað aðrir en einhver annar ef það úr fegurðardrottning, skilur þetta, og kom svona spann svolítið út frá því. En nú er þetta svona komið svolítið hringin út af nú er feminista baráttan meira sterkar konur og þú gerir það sem þú vilt, skilur þau. Akkurát. Ef þú vilt, þú veist, keppa í fegurðarsamkeppni, ef þú vilt vera OnlyFans, ef þú vilt vera hitt þetta, þú veist, þá er það þú kona sem er sterk og ert að gera það sem þú vilt og standa fyrir þínu. Já, hann er að breytast aðeins svona tilbaka líka kannski. Já, nú er það komið í svona hring og þetta er svona, þú veist, ekki eins bannað þetta var alveg bannað í 10 ár, basically. Já, sem er mjög skrítið, sko,
Sætum okkur bara sumt fólk fallir en annað sko. Já. Ég fari aldrei í herra Ísland sko. Nei. Ég myndi bara sleppa í en sumi gaurar getur farið þangað sko. Eins og var ekki fyrirrandi Minn fyrrverandi, já, GG9 eins og hvernig mann Skaganum ég rugglaðist á því. Hann var náttúrulega herra Ísland, þið voru saman á þeim tíma. Já. Þá var ég búin að þjálfa hann upp Það ekki? Já. Bjóst einhvern tímann á Skaganum eða? Nei, bara svona með annan fótinn með Já. sko. Þannig að svona smá Skagastelpa eins og kallinn. Ég segi svona En þessi keppni sem þið eru að fara að halda hvað, þú og Sverrir? Já, þetta er B5 bara aðla. Ég er að þjálfa stelpurnar þar sko. Já, það var nú eitthvað dramaðan daginn með Manuelu. Já, það var bara eitthvað voða kjánalegt sko. Þetta var bara blásu upp í fjölmiðlum. Það var ekkert að fór vitlaus flyer á neti í 2 klukkutíma sem var tekin út strax og þetta var bara algjörlega, þetta var einhver sem var kannski að reyna að ná sér auglýsingu í blöðunum, myndi ég segja. Hann náði því. Já. Hver er þá munurinn? Það er bara stelpuna að vera á bikini? Já, þetta er meira svona, kannski meira líbó, partystemming, en þetta er bikini-keppni, þannig að hún er aðeins meira svona sexy og ögrandi og þú veist, þetta er ekki þetta típiska, þú veist, að labba í síðkjól og kynna þig upp á sviði og þú veist, þetta er svona aðeins meiri. Fáðu svona spurningu, þú veist, hvað finnst þér þú veist, stríðið í Rússlandi og Úkraínu? Það er alltaf á svona Miss Universe það er hjá Manuelu definitely já. Svoleiðis, en í þessari keppni nei, en þær eru kannski kynna sig bara, ég heiti þetta, þú veist, ég er læknir og þú veist, að koma einum daginn bara Miss Venezuela skrif sem býr hérna á Íslandi og búin að vinna keppnina úti og er lögfræðingur og hún er að fara að keppa til dæmis. Já, ok, geðut. Maður sá alltaf sko, maður sá ofta svona klippur sko sem voru svona vandræðarlega sko. Það fengu kannski bara einhver random spurningu sem vissu síðan ekkert hvernig átt að svara. Nei, það er svolítið skerið fyrir þessi fegurðarsamkeppni maður að fá upp á sviði einhverju brjálæðislega pólitíska spurningar sem maður sér alveg bara greiði stelpunar. Ég hef ekki eins og geta svarað þessu sjálf. Það er bara svo þurfa að velja sér bara hvor liðið maður vill hafa á móti sér með þessari spurningu sko. Já, maður ekki bara vera fallegur, ekki í einhverju kvissi. Nákvæmlega, ekki í einhverjum pólitískum spurningaleik. Já, en hérna með Búlgaríu, hefur verið mikið þar yfir árinu? Já, bara alveg mjög mikið. Ég er þar alveg, ég hef verið þar mestu, miklu meira en á Íslandi. Já, og þú átt bara þitt hús þar? Já. Hvað er það brasaðar eiginlega? Þessi verkefni sem ég er að gera, ég er tekin upp þar sko. Já, ok. Já. Þeir eru rosalega stórir í svona kvikmynda og sjóasiðnaði. Já. Bara stærstir í Evrópu sko. Já, ok. En þú fara til dæmis, þú ert að fara til Búlgaríu hvað helgina? Já. Hvernig er venjulegur dagur hjá þér í Búlgaríu? Það er svona fyrir eftir hvað ég er að gera. Þú veist, stundum er ég bara vakna 6 á morgnana, bindi make-up, þú veist, einhverja tökur og kem heim klukkan 10 á kvöldin. Hina daginn er ég bara, þú veist, að chilla, vesla með föt, drekka hvítvín, horfa á fallegu blómin og njóta sólarinnar. Alveg eins og að vera, sko. Bara æfingu, bara göngutúra, þú veist, njóta þess að vera upp á fjöllum, þú veist, ströndinni, bara svona. Ertu kaupóð? Vildu segja það? Nei, ég er alveg upp í sveit sko, en ég eyði þú veist, ég eyði miklu og ég er mjög dýr í rekstri en ég er ekki, þú veist, kaupóð þannig að ég var ekki bara að kaupa bara, þú veist, ég myndi kannski kaupa mér Gucci-tösku sem rándýr eða þú veist, eitthvað svona fullt af einhver dýru stöfi en ég er ekki svona á netinu bara ding Svo veist ekkert hvað pakki er að koma sko. En þegar þú ert að keppa í svona keppnum og lifir þessu lífstíl þarf þetta ekki að æfa þá mjög hart og passa vel upp á hvernig maður lítur út og allt það Ég er ekki að keppa í nefnum keppnum. Nei, ég meina, þú veist, K.O. Já, ég meina, þú veist, ef maður er í þeim bransa, sko. Jú, ég þarf að gera það, ég þyrfti, þú veist, ég er án svolítið löt, sko, en jú, þú veist, ég þarf alltaf að passa mig sérstaklega vel. Ég er á svona, svo kallað eilífðar diet. Já. Veitu hvað er það? Eilífðar diet. Já, þú veist hvað er? I'm constantly on a diet. Já, það er bara svolítið. Veitu hvað borðar þau daginn? Ég er á svo mikið bara svona hotlustu, þú veist, kjúklingabringum, hrísgrjónum, salatir og svo mikið salat, súpur, þú veist. Ég er ekki aldrei skyndibita, þú veist, pítsur, bara, vil ekki sjá þetta, hambúrgara, franskar, hveiti eða sigur, þetta er bara hluti sem ég ekki borðað í 100 ár, sko. Aha, en þú ert ekki í Häagen-Dazs alltaf karamellísnum?
þú veist, ég gæti gert það á sundum Já, mögulega ef ég fæ eitthvað svona geðsíkiskast já þá tek ég svona karpsprengju Já En hérna, samfélagi núna, þú talar svolítið það eins og kallmenn, þeir eiga að trýta konur og ertu smá svona gamli skólinn? Já, ég alveg old school döðan, sko. Hvernig er kallmenn að koma fram við konur? Svo er þetta í dag svona ég vil bara, ég sé að þú veist kallmann, þetta er bara svona sterka fyrirmyndin á heimilinu, hann á bara þú veist að fá að vera kallmaður og hugsa það bara vísindilega sanna, kallmann líður ekki vel nema að þeir finna svona smá vald skilur og geti hugsa vel konuna sína og börnu sín, þú veist gert þess að kallmannlega hluti, þú veist fengi góða innkomu og konan svona bakveðan og að styðja hann skilur, ég ekki móti að konur séu með góðar í einhverju eða sem fram að eitthvað en leifunum svolítið að vera svona kallmaður og vera með svolítið svona kallmannlegt vald ég algjörlega á því ég vil að kalli minn sé, þú veist, mér finnst það sexy mér finnst ekki kynþokka fullt ef ég er með einhvern kjúkling á heimilinu sem að, þú veist á ekki pening eða, þú veist, ég þarf að fara þú veist, að gera allt fyrir Það er skoða punktur Eru kallmenn meira soft núna? Þeir hafa linast, bara svolítið út frá þessari kvenréttinda baráttu út að konur fór allt í að gera allt, þú veist við getum gert allt, þú veist unnið, þú veist, hugsa börnin þrifið, gert þetta, gert hitt og bla 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 bla, bara búin að taka yfir allt sem það að gera í lífinu, það bara konur og krakkarnir náttúrulega horfa á þetta, þú veist, mamma gerir þetta, þú veist, allir strákar og þeir alast ekki upp við, þú veist, þess að hörðu kall ímynd eins og var í gamla daga þegar að kalli var, þú veist, að mála húsið og þú veist, sjá fyrir heimilinu, hugsa konuna, þú veist, gera þetta, veiða dýr eða móta yfir, skilur bara sjói þetta já, þú veist, svona kallmaður, skilur og læra að vera harðir heldur sjá þér freka mömmun að vera að gera alla þessa hluti og hún er brókslega þreytt og hérna leðileg og gerir allt og getur allt en þú veist, brotna náttúrulega niður endanum út, þetta er ekkert konu stöf. Nei, ég bara Það líka að tala það sko að núna bara liggur við erfiðar að vera með kallmann á heimilinu sko, eins og feministar sko Hefur kynntir eitthvað þriðju vaktina heimilistörfin það þarf að skipti söllu eitthvað niður rétt af því að konan gerir alltaf miklu meira og hefur eitthvað að lesa þetta? Nei. Mér finnst bara rosalega gaman að hugsa vel manni minn þú veist, ég vil helst hann snert ekki eldu sig, þú veist, ég vil þrífa og ég vil ekki að hann sé að bögga mig, skil, ég vil bara vera ógeðslega góð við hann og hérna hugsa hann og passa hann líði vel og freka hvetja hann til þess að ná lengra í lífinu, þú veist, og leifa hann að finna þessi kallmaður, skilur og svo les þú veist, það er mitt áhuga svið bara mér það gaman, ég elska það er bara geðvægt Já, það er eitthvað fallegt við það sko morgunrútinu hefur, ertu alltaf með sömu rútinu að nú ertu svona bara mjög falleg kona og það ertu líklegast að hugsa vel kannski húðina eða eitthvað svoleiðis ertu með eitthvað svona alltaf sem gerir hverja minnsta mótni? Ekki svona eitthvað beauty rútinu Nei og þetta er svo gömmi Gíra og my boss og minn vinnur Nei hann kom inn daginn sko hann setur alltaf svona serum undir augum og setur svo vatn í bala og þar að chilla bara með andliti sko Ég er rosa lítið í svona beauty dóti sko Ég vakna ég siti í svona klukkutíma yfirleitt eftir ég vakna og fæ mér kaffi les blöð, þú veist, símanum fréttir tjekka alla miðlana mína, svara skilabóðum gera eitthvað bla 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 já. Svo, þú veist, kannski þrífi á mér andliti og þú veist, reyna að gera mér sæta en ég er ekki í neinum svona, þú veist, ég er rosa lítið í einhverju svona dýrum, snirtiverum einhverju serumum og eitthvað svona, ég bara er svona náttúrulega falleg þetta er ekki efni Látum við þekki það sko það er bara svo list þetta er bara einfalt og þægilegt Herðu, minn okkar að því þú líka svona veist mikið tísku og allt svo list þannig ég er með svona lið sem heitir, þú veist, hot or not og veist, heita kallt, þannig ég kemur kannski segja einhvern hlut, þú segir bara heita kallt, fattur þú þessi lið er búið í fitnessport það er Svavar í fitnessport, hann er með Wow Hydrate Hydroxycut, þegar fólk þarf að kötta komið nýtt ár það er alveg kallmaður við getum alveg sagt það vantar nefnilega ekki sko. Nú er 50% afslutum með konu gótustrákar á fitnessport.is Ok, Hugo Boss Helgali heiti það kallt heitt
Það er heitt, ok. Við erum að tala þú veist, buxur og peysu, Já, Hugo Boss. já, bara heilgali. Bara svo þú sér bara gaurar sem eru að virkja á Telegram, þeir eru oft í svoleiðis. Ég myndi að heilt Já. nema að standi risastóran stöfum Já. Hugo Boss Já, fram Já, á. bara lítið logo. Já, helst Já. bara svona aðeins minna, þeir eru með svolítið svona sexy snið já, og... já. Þetta er sama Gummi Kírós sagði, ekki stór logo. Það eru hálskeður og gaurum, svona keðjur. Ef hann er gull, Já, þá er það, ok. það er sexy. Já, ok. Þú áttu gullkeðu? Nei, silfur. Það er bara svoleiðis. Já, Það eru 66 gráð norður flíspeysa eins og allir eru í. Nei, Nei, það er búið. það er leim. Var það Það einhvern hefur bara tímann? alltaf verið leim. Alltaf verið leim, já. Þetta er bara, þú veist, hjarðhægðun Íslendinga. Já, það ekki? Já. já, það er enda góða punkt. Hefur þú átt svoleiðis? Já, Já, það það er svoleiðis, er að pakka mig saman, sko. Ég er ánægð með það, sko. Það eru virkur að væla á Twitter. Er það? Þú leið ekki. Nei, þú ert ekki fyrir það. Nei. Þú tengir ekki við það? Nei, ég bara alls ekki. Það er rétt. Ég er sammálanið þar. Herðu, að vera 25 ára gamall kallmaður og vera búið með allar Lofaland-seríunar. Þetta heitti það kallt? Ég myndi segja red flag. Já, það ekki, já, svona, ég er ekki alveg viss hvað ég hefði það. Nei, Ok. læta slæta, þetta er rétt í gaurinn. Það var búin eitthvað með svona, það? Nei. hann hefur orðið fyrir einhverju drama. Já, það er eitthvað Ég myndi svoleiðis, eitthvað sko. svona, ég myndi hugsa eitthvað svona. Það er eitthvað mikið að. Drama í lífsi, sko. Ég hef ekki, ég held þessi búið með eina seríu. Já. Það er bara svolítið. Herðu, að eiga nokkra utanlíkjandi harðadiska. Bara með eitthvað svona fullt af stöfi á. Svona, og lappar inn herbyggi á einhverjum kallmanni og hann er bara með svona 4 utanleikjandi harðadiska. Ég, þú veist, bara seg fyrir þetta sjálf. Sko. Það? Ok, þannig þú ætla að setja heitt á þetta? Nei, ég veit það ekki. Ég er náttúrulega á svo mikið myndum og svona. Ef hann er í grafískur höndur eða, þú veist, gæti tengst þessum. Svo gæti þetta bara verið pervert, sko? Ég veit að var ég, þú veist, bara klámöfni. Nei, þá var hann eitthvað weird. Já, það var þetta vont. weird. Herðu, að fara í lítið aðgerð til að minnka magan á sér og enda svo í fitusói og svunduaðgerð og svo hálfu árið seinna að fara aftur í fitusói. Er það hot or not? Byttu, nanna, segja þetta Já, ég skal lesa þetta aðeins hérna. Að fara í lítið aðgerðir til að minnka magan á sér, enda svo í fitusói og svunduaðgerð og svo hálfu árið seinna að fara aftur í fitusói. Er það hot or not? Þetta er greinlega einhver gaur sem er að reyna að minnka magan á sér, búin að fara í magarmi, fyrir svo í fitusói, fyrir svo í svunduaðgerð og er svo aftur að fara í fitusói 2. apríl. Sko, svar við þessu ef að manneskjan þarf virkilega á þessu að halda og er bara þjást og er bara með fullt af húð og bara sárfræðilega bara líður illa og allt, þá bara go for it, sko. En ef þú ert bara að gera þetta út að þú þarft meira þá þarftu að fara til læknis eða líka þarft að fara að hugsa bara að henda þér í ræktina og vinna, vera svolítið sterkur að vinna úr þessu sjálfur, sko. Þannig að það þarf að meta þetta. Já, við skoðum þetta eftir 2. apríl. Þá kík ég að fara í síðasta fitusói. Ég var alltaf 135 kíló, sko. Ég þurfti að fara í magaðarmi, sko. Já, þannig að svo bara var skinn eftir og svo gekk ekki aðgerið nógu vel, þannig ég þurfti að fara aftur. Þannig þetta er svona, þetta er mér process. langar geðvegt að fara í magaðarmi. Það? Ég var geðvegt að bara, þú veist. Það er að borða eða? Ég bara, þú veist, það er ekki að hugsa þetta, það er ekki að vera fucking diet, bara fara magaðarmi og bara grennast og vera brókslega mjó. Það var nú bara í ágætisformu myndi ég segja. Ég meina það væri létt, það var létt, en ég veit ég geta ekki. Það myndi gera lífið auðveldara. Já, það myndi gera lífið skemmtilega auðveldara og allt. Ég held að það myndi ekki gera skemmtilegra, sko. Ok, er þetta vont eða? Þetta er vont, þetta er svona, þú getur ekki drukkið með maður til dæmis. Já, það verður bara mikið. Já, þú veist, ef ég fæ með bita og drekk svo, þá fæ ég bara svona ælegilega, sko. Ok, en hvað getur þú borðað mikið á dag? Ég get borðað meira en ég gat, sko. En ertu bara alltaf sattur? Þannig að þú ert ekki eitthvað bara labbandi og bara degir hungrið, þú bara þarft þess ekki að... Nei, þú verður ekki svona sattur eins og venjulegt fólk verður satt, sko. Þú verður, sko, ef þú borðar of mikið, þá farið bara matinn upp, sko. Þannig að ef þú verður of... Þú nær samt ekki að klára bara einn hambúrgar að hefur verið með eitthvað að borða eða eitthvað? Nei, ég tek kannski segjum eins og ég kaupi með serrano-vefju, þá tek ég hann kannski í 3 hollum. Þannig, en þú getur borðað borða, þannig ég tek aldrei við fyrir stundum að serrano, þá tek ég bara 2-3 bita, svo geimi ég hana bara. Eitt serrano er 2 máltíðir fyrir hann. Já, svona, já, réttilega, sko. En svo er þetta, svo getur þú til dæmis bara fengið súkkulaði og það hefur enginn, þú veist, þú verður ekki sattur á því, sko. Eða snakk, það er svo lítið. En þú ert búin að, þú veist, geina mikið af þessu.
til líður betur Já, og já, þú ég veist, var þetta er bara stórt fyrir þig, er það Já, ekki? bara gjörsamlega, sko Ég var náttúrulega minn langa eiginlega bara að kála mér það, sko Bara bjarga honum, myndi ég segja. Já, mér finnst bara magnaða sem Já. þetta gera þetta, sko. Já, bara, þetta er litla cheat code-ið, sko Já. Það er bara, Ég er náttúrulega mæli með því að, þú veist, fólk leggi það á sig að hreyfa sig, það er náttúrulega númer 1, 2, 3 Ef þú átt 1,2 sumir eru skellur í líka bara ermi. í vandræðum og eru feitir og þú veist, það er ekkert hægt, þú veist, það bara gengur ekkert alls hvað að reyna Nei. og líður illa og svona, þá er þetta bara alveg Þá er topplaust, gott, sko. það ættu yfir átt 1,2 skellur í aðgerri, láttu minka magan Já. og svo Já. spara maður á endanum í mat Já, Já, það er nákvæmlega. það er enda góða Þú punkt. borðar það eiginlega ekkert, sko Varstu búið með þinn lið? Nei, Ok. herðu, það eru 3 réttir Gaurar sem nota 2 síma Heitt eða kalt Alltaf með 2 síma á sér sko, það eru í Búlgaríu þá er allir dópsöla með 2 Já, það er einmitt sama hér á Íslandi Þú veist, ég myndi, það er fyrsta sem ég myndi halda, ok, hann er í einhverjum dubious business Já. þessi maður, Já, það er svolítið svolítið þannig að ég veit ekki heitt eða kalt, þú veist það er allavega ekkert heitt, Nei. það er ekki kalt Nei, líka nei. það þarf að nota í business Það er eitthvað svona, einhvað á milli Volt bara. Já, Já. það er volt Gaurar sem eru nýbúin að kaupa sér bitcoin og ger ekki annað en að tala um bitcoin Er það heitt eða kalt? Það er alveg sama og allir aðri sem tala mikið einhverja svona hluti, mér finnst það leðilegt, sko. Já Áttu bitcoin? Nei, Nei, þetta er ekki í þessu nei. Nei Herðu, mæta 1 með 6 pensara á Miss Bikini sýningu Það væri cool. Er það ekki? Já, þá ertu vogaður. Já, en sko, sumum myndis setja bara svona því menn með 6 pensara, við játum það nú bara eru flesti pervertar Er það málið það? Æ, ég segi það Ég veit það ekki, ég sá alltaf bróðum minn einu sem er 6 pensara og ég hugsaði bara, guður, ertu orðin pervert sko. Ok, ég myndi ekki segja það. En er ekki dúbíus að mæta til dæmis bara 1 segjum bara í einhverjum aðeins og stórum frakka með 6 pensara á Miss Bikini Nei, mér finnst það Nei. svolítið cool. Er það? Þá ertu að tala þú ert komið það mikið sjálfsáliti þegar skitsama. Ég fer Já. einn í bíó, ég fer einn taka og þú ert ekki pæli. Ok, hvað halda allir út að ég er einn úti? Ok, Þú veist. Það er enda ég kemur annað dæmi Já. og síðufrakki, 6 pensari og hann er alltaf með kameruna upp að summa á keppmyndunar taka myndir Það var svolítið skrítið. Já. ok, þarna er náður Það var, þú veist, Já. ok, þá múti ég bara svona, ok, þessi gaur er... Já, hann er En sixpensari er samt, það er alveg heitt. Já, maður myndi horfa bara, já, ég meina, þú veist, ef þú ert í töffötum með sixpensara, já. Ok, hugsaði mér og Ronna með 6 pensara myndur þú vera bara, shit, hvað er heitt Ef ég myndi klæða ykkur upp, fá að klæða ykkur upp og Já. setja á okkur sixpensara, þá getið þau Er það? Já. Ok, orðið super heitið. ég er bara fengið til lána 6 pensari af pappa sko bara til að, þú veist, bara horfa sjálf á mig og vera bara, þú veist, bara, ég segi bara sjálf þú ert ekki nóg sko En kannski þarftu, þú veist, eitthvað flottan, skilur við. Já, það gæti verið, frá sko. pappaðinum. Já, það getur verið Það er ég ætla að taka í smá lið líka. Þetta Ok. eru bara spurningar. Hvað er fullkomið fyrsta date? Þá erum við að tala að þetta sé einhver sem ég þekki ekki. Já, Þú veist, þú veist bara, ég er hitt hann í fyrst skipti. já, í raun og veru. blind Sko, þetta er svolítið erfitt út af því að þú vilt ekki eða ofmæklum tíma með einhverjum sem þú þekkir Nei. ekki of mikið. Þannig að ég myndi segja, þú veist, ef hann kæmi færandi að hendi með rós, myndi opna hurðina fyrir mig og bjóða mér einhvern góðan dinner einhver staðar, kaupa gott vín, borga allt og og vera herramannlega sinnaður, þá væri það bara góða Ok. deil, sko. Ég myndi ekki fara í sundi eða, þú Nei. veist, Nei. Ég ætla að myndi spyrja fá þessu með kaffi einhver staðar. segjum Nei. að ég myndi taka á date ég myndi gefa þér rós, ég myndi skuttla þér í kísít og ég myndi opna hurðina fyrir þig á bókfimasetrinu þar myndi við fara að skjóta örfum væri það eitthvað? Nei, það væri Nei, á bara, Það er nördar Svona ég fancy- vil svona luxus. já, fancy dinners. Fancy dinners, já. Já. Hvað er áhugaverðast einstaklingur sem þú hefur hitt? Þú hefur hitt á nokkra. Bruce Willis. Bruce Willis. Ég byrju, hvernig er hann? Það er enda rosalegt svar. Hvernig maður Hann er er hann? bara töffari. Er svona ára Mega yfir honum? töffari, já, hann Já. er bara stjarna. Já. En hann er náttúrulega núna, þú veist, Já. bara að deyja. Já. Þannig að það er sorglegt. Mjög veikur. Hefur þú séð Hostage eða? Já. Hann er litla myndin sko Meira um það síðar
Myndirðu segja að þú hafi verið starstruck að hitta Bruce Willis? Ég var það starstruck að ég gæti ekki sagt hvað ég héti þegar hann spurði mig. Að það? Já, ok. Það er bara fyrsta skipti sem það hefur gerst fyrir mig, sko. Já, Það er rosalegt. Þú veist, ég náði einhvern veginn ekki að svona, þú veist, anda, hann spurði mig nokkru spurningum og eitthvað og ég, þú veist, þetta fór allt vitlaust út um mér. Já. Og ég sé ennþá eftir því í dag að ég hafði ekki bara, þú veist, geta talað eins og eðlileg manneskja. Þetta var bara fáránlegt, skilur. Hvað er svona, er það kannski vandræðalegasta moment? Já, ég held það, þú Já. veist, allavega það er eina sem ég man Já, stanslaust já. eftir. Þá fyrir við bara í næstu. Hvað er besta við lífið þitt? Besta við lífið mitt er náttúrulega börnin mín. Það er Já. bara Já. ótrúlegt að ég hafi komið 3 börnum út sem eru bara ótrúlega flott og heilbreið og klár. Já, það er bara mjög gott svar. Hver er þín skoðun að fólk kalli Ungfrú Ísland útlitsstyrkun? Mér finnst það bara bull og villisa. Já. Þú veist, þá er ekki að dæma fólk sem eru á einhverju svona, þú veist, þá er hægt að segja þetta um öll fög sem einhver hefur áhuga á. Já, nákvæmlega, ég er sammála því. Hvað er besta leiðin til að hylla konu? Vera herramaður, Vera herramaður. trýta hana vel, Já. Bara vera góður eða svona. sína kallmennsku, Já. þú veist, ekki láta hana finna að hún sé ekki örugg. myndur þú segja til þess að því Aron á kæristu sem er mun yngri en hann, eiginlega bara ótrúlega yngri og þau kynntust þannig. Hvað erum við að tala um? Það eru 6 ár. Okay. Hún er 23, Hún er 20 ára. Ég er 29. Og þau kynntust þannig að Ronni næri í hana á skemmtistað. Ronni er edrú, hún er blindfull. Ronni tekur hana heim til sín. Hún deyr í sófanum, eða ekki? Jú. Og Ronni breiðir teppi yfir hana. Er það alvöru kallmennska? Já, sjálfsög. Þannig hefur það. Já. Það er í sammála líka. Bjargar henni. Já, Já, það er mögulega. já. Og eftir þetta, hún reyndar ældi út Hún um allt. ældi í vaskinn og- Já, Æ, já, svo þú hefur bara Já. En þú verið í varst- drifstarfsemi. Já, þú varst það góður drengur Já. að þeir eru saman í dag. Já. Paldi. Hún hefur enda sagt að ég skil ekki hvernig hún meikar þetta eftir Nei. eldi í vaskinu maður, sko. Nei. Þetta er góður icebreaker samt, Já, sko. mjög góður, sko. Hvað er turn on? Turn on er, þú veist, ég held um þetta, turn on er kallmennska. Já. Hvað er kallmennska? Mhm. Og þetta er ekki BBC. BBC, hvað er það? Big Black Hawk. Já, ég meina, ég múti ekki segja. Nei. Nei. Það er alltaf, þú veist, hvernig kallmenn bera sig, hvernig þeir trýta sig, Já. þú veist, þetta er svona Sjálfstraust. bara svona sjarmur, sko. Já. Algjörlega. En, já, viltu bæta ykkur við? Nei. Nei, ok. Hvað er turn off? Turn off er ef að einhver býst við því að ég borgi helmingin í reikninguna. Það er svo lýs. Hann er bara hent út á 2 sekundum og blokkaður alls það. Já, það er máli. Það er mjög gott Er það nefnilega málið að sko kallmenn eiga að borga bara fyrst deytin? Ég er þar sko. Já, ég meina, bara- við hefum rætt þetta svolítið vinkonurnar í Já. hópnum og við erum svona að hlæja af, þú veist, ex-datum sem að þær lendi í á Tinder, skilur Já. Og þar eru margir kallmenn sem vilja, þú veist, annarkvort, þú veist, ef þeir eru ekki að kaupa neitt eða eitthvað þá borga er, þú veist, ekkert eða, þú veist, vilja borga helmingin eða bara jafnvel, þú veist, er að bíða eftir að hún taki upp. Ok, Veskið, það er skilurðu. þetta skelfilegt sko. Það er Þetta er bara, Já. þú veist, þú byrjar á að fá -10 stig Já. út af því þú ert ekki kallmaður. Það er Já. fyrir freka að borga fokki reikningin og tala þess ekki við hann aftur en verður það allavega að labba það út og verður bara, ok, hún á eftir að Já. sjá eftir mér eða Já. eitthvað, Já, ég myndi skiljið. sko bara- Verður smá töffari, Já, sko. taktu yfirdrátt fyrir 200, taktu út í hraðbanka, svo tekur upp veskið, telur seðlana, gefur Já, tips. nákvæmlega. Já, labbar út, Já, skilurðu. labbar síðan Það bara er út. betra en að láta hann að borga helmingin allavega. Já, En þú veist, ég er ekki kannski rosalega ungt fólk sem er ekki að vinna og eiga pening, þú veist, ég er Já, ekkert já. að segja sér eitthvað að því að þau sé að splitta reikningnum ef þetta er samkomulag þeirra á milli, en þú veist, í svona, þú þarft að þekka, þú veist, í hvað tilvikum þú
biður þetta ekki þú ert að fara að deyta með konu, skilur. Já. En getur ekki farið bara aðeins minna fínan veitingastað eða átt minni pening? Jú, og nákvæmlega borgað og í gert staðinn? eitthvað þá minna eða eitthvað, Já. skilur, eða bara sleppti að fara að deyta. Nákvæmlega. Það er bara sleppt þessum Það getur ekki tæklega sleppti því, Já. skilur. Það var að síðasta, hvað er pirrandi við fólk? Ég er rosa svona, mér finnst rosa leðilegt að horfa á fólk væla á Facebook og Instagram, þú veist, með einhver svona Preach. svona ræður Það sem enginn les. allt lífið þeirra er ömulegt og eitthvað svona, mér finnst það. Er til eitthvað verra í lífinu en fólk sem lifir bara sem fórnalamb? Já, fórnalamb Já. og fólk sem er alltaf að tala neikvætt og getur ekki séð góðu hliðarnar í lífinu. Já. Þú veist, ég hef alveg verið í djúpum skít, ég hef alveg átt engan pening, ég hef alveg verið alltaf hrynja, skilur, þú veist, líf mitt hefur hrunið 500.000 sinnum, skilur, þetta er bara svona, fattur þau, en ég hef aldrei farið á Facebook Nei. og posta status, skilur, Bara sjáu hvað ég hefði á vant. þú veist, það er ekki gott fyrir sjálfa þú ert bara að senda þetta út í alheiminn og þú ert bara að gera lífið þitt verra, þetta er bara, þú veist, heilnaðir, þú veist, er forritaðar eftir hvernig þú talar og hvað þú gerir og hvað þú skrifar. Já. Þú ert bara að búa til það sem þú hugsar, sko. Það er líka enginn byggt lífið sitt aftur upp með að vera í neikvæðin eða sjálfsvorn. Nei. Þú veist, maður kemst ekki neitt Það þar. bara snýst það að standa upp aftur, reyna, þú ert að standa upp aftur, þú ert að reyna, þú ert alltaf að reyna og þú veist, að endanum þá gerast eitthvað sem að hjálpa þér. Stundum þarf fólk að gangi gegnum hræðilega hluti fyrst, Já, já. skilurðu. En það er alltaf hægt að ná sér upp á þeim, bara ef þú leggur smá að því. Algjörlega. Herðu, þú ert hérna með þyrlupróf. Ég er þyrluflugmaður. Já. Ertu eitthvað í því eða? Ertu eitthvað að fljúga? Ekki eftir COVID, sko. Nei. Hérna... Hvernig dættir í huga að fara í það? Þetta var svona obsession, myndi ég segja, á þyrlum og mér langaði bara, þetta var svona áhugamál. Obsession á þyrlum? Það er svona óvænt að svara sem ég ekki. Mér langaði að læra að fljúga en ég þól ekki flugvélar, þannig að mér langaði að fljúga þyrlum, það er mjög meira cool og þú getur svona hoverað, þú getur gert það sem þú vil, getur farið upp á fjall og bara lent eða þú veist skoða náttúruna eða lent út í skógi og getur gert allt, skilur. Flugvél er bara eitthvað álboks sem fer bara upp og niður og þú veist, pointless stuff. Já, pointless. Það var í flugvélum helgina. En hérna, þú veist, mér langaði rosalega að upplifa þetta og ég bara gerði allt, þú veist, þangað til mér tókst að hérna fara í þetta nám og klára það og það var svona sigur hjá sjálfur mér líka, þú veist, að geta bara tækla þetta verkefni að vera á þyrluflugmaður. Þá var ég bara svona, já, ok, Ásdís, þú getur þetta. Já. Ef þú getur verið þyrluflugmaður, þá getur verið allt. Þá getur ég orðið forseti. Já, það er einmitt næsta spurning hjá mér. Er Ásdís Rán næsti forseti Íslands? Já, þú veist, það gæti mögulega gerst. Hver veit? Það getur allt gerst. Við skulum ekki loka fyrir. Hefur áhuga á því? Það hefur kannski ekki verið eitthvað sem ég hef ætlað mér að gera í lífinu að vera forseti, en ég er alveg sem að ég er ekkert eitthvað að vera kandidat heldur en þeir sem eru búið núna eða Nei, alls ekki. Ég er búin að vera út um allan heim í 20 ár pluss vera með þú veist, yfirmönnum stórum fyrirtækjaeigendum búin að vera í alls konar verkefnum vera með ráðherrum og þú veist, ég er búin að gera þetta allt, ég kann þetta allt og þú veist, ég er ekki búin að vera, þú veist, ef við tökum til það kemur einhver manneski sem er læknir eða lögfræðingur og býður sér fram, þú veist, hann er búin að basically eyða 90% sinni ævi inn á skrifstofu eða skólabekk. Hún vantar lífsreynslu, skilur, hún vantar að vera svolítið, þú veist, hugmyndaríkur og þú veist, hvatvís og vera bara með þessa reynslu að vera með, búin að vera í kringum þetta fólk, allt sitt líf. Þannig að ég ætla ekki að útiloka það, en ég er bara að segja, nú er ég að þú veist, bera mig saman við einhvern sem er hámenntaður, sem á að vera grundvallar hlutur fyrir forseta, en það er ekkert betra, þetta er spurningum reynslu. Já, ég meina þú ert með 2 atkvæði bara beint á mótið. 100%. Já, þið myndu kjósa mig. Já, alltaf, sko. Það er bara, engar áhyggjur, sko. Það er ekkert flóknar að það, sko. Takk fyrir það. Já, við erum þetta með, sko, við settum á þetta á Instagram, spurninga til The Ice Queen
og ég ætla að lesa þær nokkrar upp. Ég held að þetta væri eitthvað af þeim. Ja, þetta var eiginlega þeim sko en ef við byrjum bara, þú veist búin að svara sér spurningu, hvernig byrjaði svo hugmynd að næla sér í þyrlupróf? Þið langaði það? Já, það var markmið. Þetta var svona pocket list dæmi. Já. Hvað var það langt? Sko ég tók þetta á ári en flestir taka þetta á kannski 3 árum. Ég tók þetta bara full force. Já, allt sem hún gerir það fullri ágæð. Já. Ég er keppnis sko. Dating tips fyrir kallmenn, þú svona semi bara búin að koma inn á það eða? Já. Vertu kallmaður, borgarreikningin. Vertu, þú veist, vel til hafður, passa henni líði vel, 100% allir tíma, það var málið. Svo kemur ein spurning frá Gaur sem hann byrlaði þér einsinni, þessi. Já, ok. Hann spyr, jeyjó vinsælt í Búlgaríu? Jeyjó? Já, það kókaín. Kókaín, já. Það ekki? Það ekki vinsælt alls þar. Ég myndi segja það. Já. Herðu, var Garðar Gunnlaugs ofta að fá útborgað í bréfpoka í Búlgaríu og var hann aldrei rændur? Já, hann fekk útborgað með slattakassi í poka. Hann var ekki rændur en hann var mjög hræddur það og svaf með kilvi undir kottunum. Já, hafnafullt kilvi. Shit. Herðu, góðu kebab í Búlgaríu? Það eru geggjaðir kebabs í Búlgaríu. Það er heilt annafla sko. Herðu, bíf milli Ásdísar Rán og Manuelu? Nei, ég bara virði hana eins og flestar aðrar og bara fínt starf sem hún að vinna og allt svoleiðis, þannig að ég leðilegt að hún hafi ekki hringt í mig fyrsta ára og hún gerði allt þetta vesen og svoleiðis, skilurðu, bara þú veist, mér finnst mannleg framkoma skipta miklu máli og þá þarftu að hugsa aðeins áður framkvæmir, en nei, það er ekkert bíf á milli okkar. Eitt símtal getur breytt miklu. Já. Það er svoleiðis. Hvort myndirðu frekar fara aftur í grunnskóla í 5 ár eða byrja í Bródís? Bródís, hvað er það? Það er þáttur á F957. Kristófer Eikóks og Við vorum aldrei að hlusta á Bródís. Nei. Ég held ég sé með myndaði með segja bara tilbúna fyrir því. Þetta eru Bródís, okkar menn. Ég myndi definitely fara í þetta frekar. Það ekki? Já, þetta eru líka alvöru menn. Svo er það næsta prumpastelpur sem er einnig góð. Já, en ég myndi aldrei láta heyrast nema það var þá slés. Gerir hann svo Ronni, hann með trikk sko, hann opnar eina raskinn þannig að hann kemur silent. Maður þarf að fara að læra þetta. Bara ferði eitthvað út og þú veist. Bara, þú veist, fólk sem bara prumpar við hliðina þér, skilur, mér finnst það bara helber dónaskap, bara, þú veist, farðu eitthvað, gerði einhverjum anstæður, það mér langar ekki að anda mér einhverju, þú veist, prumpulikt, skilur, og raskatina að þér, þú veist. Ætlar hún að bjóða sig fram til forseti Íslands? Ég ætla ekki að útiloka framboð. Nei, það er ekkert svoleiðis. Útilokar ekkert. Það er möguleiki. Já. Það er einhver möguleiki. Hvar er Rúja? Hvenær heyrðu þið Ásdís í henni síðast? Rúja? Hvenær heyrðu þið henni? Ég heyrði í henni bara viku áður en að hún hvarf. Já. Eða ekki eins og það nokkru dögum áður en hún hvarf, sko. Það var ég með henni við Svartahafið, sem sagt, í villunni þar. Svo fór ég heim og hún hvarf. Já. Er Ásdís Rán á föstu? Já. Pikkföstu? Ég er á pikkföstu. Já. Í nýju sambandi og hérna á bara rosa flottan kærasta, hann býr í Búlgaríu. Er það módel eða? Hann er alveg efni í módel. Þú veist, ég get alveg búið til módel úr honum ef hann hlýðir mér, sko. Já. En það er erfitt. Já, sjáum til. En hann er meira svona business kall. Já. Hann er ekki með 2 síma á sér. Reyndar en hann á fyrirtæki og business kall. Já. Þá er þetta nú nokkuð þænt hjá mér. Hvernig kynnist þið, þú og kærastinn? Herði, það var bara fyrir slysni í Búlgaríu. Hann er eiginlega svona eini gaurinn fyrir utan mig í Búlgaríu hérna. Og þú veist, ég var alltaf að vita af honum og hérna svo býr hann í næstu borg við mig og ég hérna ákveða að heimsækja hann
og konun hans. Já, Nú býttu, Og ok. út af því að ég var eitthvað, mér langaði að fara að skoða Plovdiv og eitthvað og og þá, hann var að senda mér frétt sjálfa mig í blöðunum sem ég var ekki búin að sjá. Þú veist, hann sendi eitthvað á mig og ég bara, ok, og ég segi bara, hvað þið, ég ætlaði að kíkja í Plovdiv helgina og kíkja heimsókn til ykkar og þá segir hann bara, herri, ég bara á lausu, ég búin að vera lausu síðustu mánuði og ég bara, what? Þannig að ég var alveg svona, ok, ég single, ein, þú veist, heiti gaur í Plovdiv, ég að fara heimsækjan, sko. Var að fara aðeins að bara leika mér. Já. En svo bara hefur slefið ekki slitna á milli okkar síðan. Nei, það flott. Það er bara ástangin upp fyrir haus. Já. Já, það gott. Það fallegt. Það eitt sem ég vil koma inn á. Já. Ísbjörnin. Við erum alltaf að gefa svona kóða til hlustendum okkar. 50 €, hann er enski boltinn í kvöld. Þú veist ekki að betta? Nei. Eitthvað minna. Einhver lítið. Ekki nema sjálfa mig bara. Já. En þú ert græn þar, það er gróði í gangi þar. Hér er kóði, 50 € Coolbet. SNPOQIUL47. Það er bara svoleiðis, hann var fljótur síðast út. Já, hann fór hratt Ég var samt alveg til ég kunni þetta, sko. Viltu 50 € Coolbet eða? Ég veit ekki hvernig ég á að gera þetta. Við getum aðstofið með að þú vilt, sko. Það er bara coolbet.com, þá ertu komið með 50 €. Já, ég skal fara að skoða þetta. Já, þú sendi bara á okkur og vilt einhverja innegn. En ég sá greinum daginn á netinu að þú voru að æfa með Arna Grant og að fara að keppa í Ungfrú Ísland. Var það... Það var svona létt jók. Var það bara létt jók? Það var út af því að þeir tilkynntu það að það var sem sagt aldurstakmark dottið að keppninni og þú veist, börn og svona. Já. Þannig að loksins get ég keppt, skilur við 44 með fullt af börnum. Þannig að þetta var svona, ég var bara svona aðeins að æsa. Já. En ertu að æfa með honum? Ég var að æfa með honum þá í mánuð og sem sagt, nú er ég að fara út og já, nei, ég er ekki að æfa með honum lengur, sko. Nei. Mikill missir Já. hjá Arnari. Herðu, ég verði að klára eldabuskan. Þú kefti, nefndi þér í. Kjúklingur með heimageru pesto. Já, það er eldabuskan.is. Og það var ekkert eðlilega gott. Það voru líka bara kartöflubátar með því. Kryddaði ekkert eðlilega vel. Þetta er ógeðslega bragðið mikið og gott, sko. Það er eldabuskan.is. Eldar þú sjálf eða? Já. Sko, ef þú ert busy og hefur lítinn tíma, þá getur þú fengið sent frá þeim tilbúin og hollan mat sem hendir bara inn í opn. Ok, þannig að það kemur alveg allt hrátt og þú bara setja það inn. Já, setja bara inn í opn. Það er eitthvað aðeins búið að steikja þetta bara svona, setja lítinn á þetta, sko. Og preppa þetta bara allt, krydda þetta og svona. Spurning hvort að eldabuskan spons ekki í Ísdrottninguna? Já, hvernig væri það? Það væri þetta rosalegt samstarf. Þeir eru alltaf að hlusta, sko, þannig að þið sendir bara á þig ice cream. En tekur andlega á að vera mótil, þú veist, að vera alltaf, þú veist. Nei, ekki mig, ég er búin að vera í þessu, ég þekki ekkert annað þannig að, þú veist, nei, það er ekkert. Hvað finnst þér erfitt andlega? Hvað tekur á þig eins og í dag? Nú ertu bara með þessa, bara you've been through shit, fattar þú? Með reynslu í nánast öllum hornum. Hvað tekur á andlega eins og í dag? Það er svona kannski að stóru leiti bara börnum mín og þegar þau eru að gangi í gegnum erfiðleika, þú veist, leið og að hættur að gangi í gegnum ómikla erfiðleika sjálfur, þá þarftu að horfa upp á börnin sem eru að ganga í gegnum fullt af erfiðleikum og það er alveg drull erfitt, skilur við. Já, ég trúi þér, sko. Þú veist. Mömmu hjarta þá. Já, og já, ég myndi segja svona að það væri svona stærsta og svo náttúrulega er líka maður, þú veist, alltaf á ekki fullur að fá ekki nóg að gera, skilur, og ég vinn náttúrulega í svona verkefnum mannska, skilur, og þú veist, það skapar alveg sínu vandræði, fattur, og það er aldrei eitthvað steady bara, þú veist, í gangi. Ekki vinna, nei. Já, nú tekur aðeins bara mismjöndi verkefni. Og ég þarf að láta boltan rúla alltaf, skilur. Þetta er alveg full verk, skilur, alltaf. Ég trúi því eins og með mömmuhlutur, sko. Þú varst að vera faður faðir helgina. Já, guðfaðir. Já, þvílíkur heiður. Já, dóttir hans. Já. Það var geðveikt, sko. Eignaði mitt fyrsta barn. Þú ert guðfaðir. Fórst fram á bræðrum mínum, sko. Já, það er rosalegt, sko. Að horfa upp á, þú veist, börnin sín í ástasorga svona, það er bara mamma, hvað þetta var hræðilegt. Já, ég trúi því.
Hvað þá kannski 14 ára eða eitthvað svoleiðis eða Þau eru 17 til Já. 26 Já, skilur, ok, gömul, já. þú veist, gangi gegnum alls konar bara svona life Þetta bara erfiðu tími, Já. bara fyrir einstaklings, bara alla eða. bara fyrir að, þú veist, alla bara að eldast skilur Já. og Já. þurfa að ganga lífsins þrautir, Já. þú veist Þetta er svona mótunar árin manns svona 17 til 26 sko. Maður lítið tilbaka eins og við tveir sko, svona geðvikir á þessum tíma Já, sko. Það er bara, maður vissi ekkert hvað maður vildi eða hvað nei, þú veist. gera alls konar heimskulega Já. mistök og já, svona. En voru eitthvað svona fleiri tímarit svona fræg eins og Playboy sem að þú sast fyrir Já, ég er búin að taka öll bara Playboy, Maxim, Max ég veit ekki eins og hvað það heitir allt Nei, sko. og er það öll þessi stæðistuðu? Já. áttu nóin á bankabók, uh, lifir þægilega. Nei, ég er ekki rík þú Nei. veist ekki, ég er ekki múkin seðlum Nei. ég er meira svona svo listamanni manneskja skilur Já, en ég er ekki fátæk heldur nei, þú skilurðu. bara Ég hefur alveg- það þægilegt. Já, Já. það er bara svona staður sem hann er. En gleymir að vera. Playboy myndatakan, grættir mikið á henni? Já, ég fekk rosa vel borga fyrir hana Já. Eitthvað- mjög vel sko og svo gerði ég díl, ég keftaði um eitthvað 2000 blöð á bara eitthvað djók sko og sendi þau til Ísland og seldi Eymundsson þau á 10-faldi verið þannig Já, að ok. ég fekk Já, auka það er- bónus dauða Já, sko geðvikt. Þetta er mjög sniðið sko. og þau seldist upp bara til því sko Já, þannig hafa allir verið mættir með sixpensaran og kaupa Playboy-blöðin, sko. Já, En þú varst ekki að leika í bíómyndin daginn Já. Hvað, getur þú sagt okkur aðeins frá því? Þetta er sem sagt ég myndi segja ítalsk framleiðsla, ítalska leikstjóri en svona mynd sem er tekin upp á ensku og þú veist, þetta er eitthvað svona sem ég er ekkert að fara að monta mig fyrir, þetta er ekki Hollywood mynd Nei, en nei, svona, nei, þetta er bara nei. svona eins og íslensk mynd þú veist, bara bíómynd varstu einhver stór karakter í myndinni eða? Já, ég er eina með eitt af aðalhlutverkunum Já, ok. Ég er sem sagt ástkona ríks manns og sem sagt ræð leini morðingi til þess að drepa konars Já, ok. Aha. Það hljómar þetta er spennandi, sko. Það er svona akkurat svona crime thriller sem ég vildi horfa á, sko. Já. Ég er bara þól ekki bíómyndir í dag, sko. Þetta er alltaf eitthvað Avengers og eitthvað svona Já, óverið dæmi, sko. þetta er bara hörku sögður sko. Ég vil bara alvöru crime thriller með alls samkvæmum í engun. Já, Þú veist, ég er kannski sammála, yfir sko. 3,5 þá og horfi ég. svo koma svona, þú veist, alls konar tvist líka hann er búin að að ráða legumorðingi til þess að drepa mig líka í leiðinni Já, ok. Það er nóg að gerast í myndinni. Já, geðvikt. En ef þú ert að horfa á bíómyndir og svona viltu þá bara eitthvað svona Bruce Willis eða þú ert ekki að horfa á eitthvað drama mynd bara? Nei, ég er rosa erfið í bíómyndum ég þarf að hafa spennu allan tíman Já. og ef það heldur ekki athyglinni hjá mér í 10 mínútur þá bara slekki á þessu Já, Þú það? veist. Þannig að ég horfi helst á hryllismyndir eða svona thrillera eða spennuð thrillera eða þú veist, eitthvað svona svolítið klikkað sko. Ertu með eitthvað svona uppáhaldsbíómynd í huga sem þú segja að væri bara uppáhaldsbíómyndin? Nei, En þættir? ég er ekki mikið sjósmanniski Nei. sko. Ekki? Nei. Þú vilt bara leika í? Ég bara einhvern veginn, þú veist, byrjaði ekki að horfa sjósp fyrir bara fyrir einhverjum, þú veist 7-8 árum eða eitthvað Já. ég hef bara alltaf verið upptekin og hefur fundist að vera svona tímasóun en þú veist núna svona þegar maður er eldast þá maður meira svona fann að þú veist sita og horfa á einhverju Netflix-seríur eftir Já, Netflix já. sko, Já, þú veist, já, í staðan já, fyrir já. að fara í einhver vilt partí eða eitthvað sko. Já, það var aðeins stæðilega að vera bara heima líka, sko. Ertu ekkert á djamminu eða neitt svoleiðis? Nei, ég hef ekki djamma í mörg ár en mjög skaman að fara í happy hour eða út að borða, fancy, þú veist svona vera meira chilla, kannski lounge-stemmingu eitthvað svona þú veist, það myndi kannski gerast einu sinni 2 ári ef að ég myndi byrtast einhvers staðar bara eftir 12 Já. þú veist, Já, já. á einhverjum bar eða eitthvað Já. Það væri- Hvað segir mér svo hérna á Íslandi? Þú veist, hvaða veitingastæð myndur fara á eða myndur vilja fá einhver svona fancy dæmi, eitthvað happy hour dæmi? Hvert leitaru? Fyrir á Mós? Það er ekki mikið bóði hér á Íslandi sko Nei, en þú veist, það er einhver vínbarir litlir, já. Þetta er allt eitthvað svona, það er bara dresscode til að komast inn á. nei Með ekki þannig? Nei, Nei. það er nú ekki það er mikið hér sko Nei. Nei. En þú veist, svo er það líka bara kaldið veður eitthvað og þú veist, ef maður fyrir bara og fá sér hvítvin og er með einhverja kjaftasögu stund með vinkonum Já. er nöldra. Já. eða Public House eða þú veist, Monkeys eða
Já, ég veit þetta ekkert hvað staðir þetta sko. Ég veit hvað Monkeys Hafnartor Gallery líka, svona svolítið chill stemming þar, sko. Er þetta allt í miðbænum? Já. Byrðið í miðbænum eða? Nei, Kópó. Já, ertu í Kópó, já, 203. Nei, 200. Já, 200 segi ég, ætla að segja. Ég nefnilega, ég þól ekki miðbæn, sko. Já. Þetta er svo þröngt. Þannig að ef þú ætlar að fara að gera eitthvað, þá ferðið miðbæn, það er ekki tinnætt annað nestar annars þar, fyrir utan miðbæn. Bokkfimmasetur er nú rétt á skeifinu. Ég er ekkert að fara með vinklinn eða eitthvað. Ég fyrir ekki helst fyrir ákveð, sko. Við erum svo gaman í pílu. Já, það er geðveikt, sko. Ég fyrir stundum í hérna Bullseye. Já, ég hef heyrt að þeim stað, sko. Maður er að fara að kíkja þangað. Já. Herðu, ekki bara í ég er bara, það var innilur heiður að fá þig til okkar. Já, geðveikt að fá þig. Það er bara takk fyrir það. geggjað að spjalla við þig. Takk fyrir að fá mig heimsókn. Já, bara geggjað að fá við þig. óskum þér alls eins besta í öllu sem þú gerir. Og hlökkum til að kjósa þig. Já, og vonist þess að ég fari framboð. Já, 100% sko. Það vantar fallega að forseta. Já, pælið því hvað ég myndi fá miklu meiri athygli heldur en allir forsetar í heiminum. Þetta er bara, það er bara svona spotlight á Ísland. Já, þú veist, ef þú ferðin á keldan.is, það væri bara Ísland og grænur. Það væri bara svona stýrisvextin í kólunni, verðbólgan farin. Allir bara, allir að geta borgað lánunum. Allir þjóðhöfðingjar flikkjast til Íslands til að gera einhverju business díla. Já. Það verður bara röð á Bessastöðum. Það er bara svona. Bara hérna milljarður komin inn hérna í orkumálum. Já. Við minnum líka á hellenergy.is, það er orkudrykkinir. Það er svolítið. Ég er á öðrum, ég veit ekki alveg hvað maður á að finnast það. En stundu þarf maður að gera sig í gang. Algjörlega. Ég held að það væri líka fínt að koma með eitthvað nýtt, þú veist. Það er alltaf eins og Guðni, fýtt fósiti sko. Já, hann er bara mjög buff á sér sko. Já, hann er ekkit eitthvað svona hann er ekki fancy. Sjarmerandi persónuleiki sko. Nei, hann er bara venjulegur kall. Hann er bara ógeðslega klár, svona bókaormur og þú veist. Bara svona góðu maður, sérst sko. Já. Algjörlega. En það vantar þetta svona glamúr. Já. Þar síðan. Jafnvel mála Bessastæði, þú veist, bleika, þú veist. Já, pælið því. Það er eitthvað annað, sko. Við þurfum aðeins að hrist upp í það. Ég myndi allavega að setja svona einhver gullstittir fyrir utan og kaupa nýja bíla og þú veist, gera þetta svona meira fancy. Ísland á hausinn. Nei, ég er að fara að ná svo miklum peningum inn, ég er að fara, þú veist, þetta verður allt, sko. Þetta kemur allt tilbaka. Smá yfirdráttur í byrjun og svo byrjar þetta að rúlla tilbaka. Hvað væri svona fórseta bílinn að þú mætti velja? Ég var nú búin að segja í þessum fræga status að ég ætlaði að flytja inn svartan Bentley sko. Svartan Bentley, ef það tekst ekki þá tek ég svona stóran Range Rover. Já, í Vestafalli. Já. Hvernig bíl er það núna? Herri, ég er á svona sporttípu af bjöllu. Já. Sporttípu af bjöllu? Já. Heldur það skemmtilegt? Spoiler bjöllu sko. Það er svolítið öðruvísi. Svartri með álfelgum, hún er rosa sæt sko. Svona stelpu. Já. Það er geðveikt sko. Herðu, þakka þér kærlega fyrir. Bara takk fyrir mig. Takk fyrir að gefa það tíma, ætla að koma til okkur. Og takk fyrir gjöfum. Herðu, bara minnsta mál. Endilega láttu okkur vita hvað það finnst þetta. Já. Takk fyrir okkur. Eins og ég segi alltaf á dönskunni, vi ses. Vi ses, já. Við sjáumst. Við sjáumst.